Bang. Bang. Legendary sko, legendary sko. Svo ég ætlaði að fara í Face-It sko, en vinir mínir eru allir uppteknir og allir hata mig og I guess eina sem er í boði er að lesa bók. Aðeins verða að tengja webcamið og eitthvað. Það er gott að heyra. Má sjá, er þetta ekki webcamið mitt eða? Halló? Properties, OBS, HDMI, svona. En af hverju er þetta? Af hverju hvarf bara webcamið mitt aftur? Joke. Ég var búinn að gleyma að ég setti það upp í hotnið og það var fyrir mér. Uppáhaldsbókin ykkar. Og hérna í dag þá er það 29.12. Það er einungis þessi og 2 aðrir dagar þangað til að koma nýtt ár. Svo ég ákvað að koma hingað og lesa fyrir ykkur bók. Mitt góða fólk sko. Og ef þið viljið skrifa eitthvað í chatið þá mun ég sjá það. En það er ekkert víst að ég mun svara ykkur, en það er ég að lesa. Og ég mun kannski tala í kaflaskiptum. Þá mun ég tala við ykkur. Og það er bara með fullri virðingu fyrir þér og fullri virðingu fyrir rosalega góðri bók. Og fyrir þau sem voru ekki hérna síðast þegar ég las upp, þá get ég kannski gefið smá svona endurtalningu upp af atriðum sem gerðust. Svo bókin byrjar þar að hann er að fara aftur til Englands. Hann er þarna Dagfinnur dýralæknir. Hann er á leiðinni til Englands aftur. Og á leiðinni tilbaka þá hittir hann fullt af svölum, sem er ákveðin típa fuglum sem verpa í Englandi, en eyða víst líka tíma í Afríku, við vesturströnd. Og á leiðinni tilbaka þá hittir hann þessa svali og svölurnar, hittir hann svölurnar og þau ákveða að fara saman tilbaka. Og getur hvað gerist, þá hitta þau hérna, þá sjá þau bara eitthvað pingulítið sker af báti, bara pingulítinn bát, bara úti í Miðhafinu, við stað þar sem öldurnar eru ekki nógu vinalegar við svona litla báta. Og þau fara að hugsa og fuglarnir, svölurnar, þau tjekka á þessum báti og finna út að það sé ein kona á bátnum. Þessi kona heitir Súsanna. Súsanna grætur og grætur og grætur, sama hvað hún heldur áfram að gráta. Og þegar Dagfinnur dýralæknir kemur að bátnum hennar
og biður hana að koma upp á bátinn sinn, þá vantreystir hún Dagfinni voðalega mikið. Enda var maður hennar nýlega tekinn í þrælhald af hvítum manni sem tók hann með sér á bátinn sinn. Og hún treystir honum ekki neitt og segir honum frá þessu að maður hennar var tekinn sem þræll, var seldur af konungi Fantibu til manns, hvítan manns, og þá dettur honum Dagfinni í hug að hjálpa henni. Hann fer í litla bátinn hennar og siglir hana marga klukkutíma, skilur eftir sinn eigin bát. Á endanum þá kemur nóttin og þau eru ennþá ekki búin að finna þrælabátinn. Hins vegar þá finna þeir annans bát, stóran bát. Þau fara að þessum báti og það kemur í ljós að þetta er herskip hennar Hátignar. Þetta er breskt stríðskip. Og ekki bara það, þá er breska herskipið hliðin á gamla bátnum hans sem hann skildi eftir til þess að hjálpa Súsanu. Hann fer borð og lætur hann lætur aðal mannin á þessu skipi vita að já, þetta er hans skip og það verður risa rifrildi. Hins vegar þá lenda þeir í spjalli og hann hoppar í lið með herskipinu til þess að finna sama bátinn sem báðir voru að leita að. Þetta herskip hennar Hátignar var líka að leita að ákveðnum manni sem heitir Jimmy Þrælbeinn. Og þetta er þrælari sem þeir voru að leita að. Sami þrælarinn og tók manninn hennar Súsanu. Framundan eftir það þá verður risa sjóorrusta. Þeir ná þrælskipinu og öllum þrælunum tilbaka, senda alla heim á sinn stað. Og ekki bara það, þá er allt bara að líta vel út. Meira að segja hann Dagfinnur, hann fær 5 pund af kínatei sem verðbót fyrir alla vinnuna sem hann sett inn. Og eftir það, þá já, við erum ennþá bara að lesa upp hvað gerðist í síðasta streymi, sko. Í síðasta streymi þá var konunglega póstþjónustan í Fantiburíki vandamál. Hann komst að því að hún Súsana hafi sendt póst til frænda síns að koma með 12 uxa og 13 geitur, eitthvað þannig, út af því að það var það sem Fantibu konungurinn vildi fá í stað fyrir ekki að selja manninn hennar í þrælkun. En þessi póstur fluttist aldrei. Þú ert kannski að pæla af hverju fluttist pósturinn aldrei. Pósturinn sem þurfti að vera kominn til skila innan við dag, því að uxinn og geiturnar þurfti að vera komin til skila innan við 2 daga. Bara til þess að þetta boð sem konungurinn gaf Súsanu gæti verið raunhæft. En já, pósturinn sendist aldrei og það komst í ljós að konungur Fantiburíki, hann hafi haldið fyrst og fremst hann hafi haldið að þetta væri bara galdur. En það var fyrir löngu. Hann hafi svo frétt að það þarf að vera með póstmenn til þess að bera póstinn. Og eftir að hann frétti það, þá auðvitað fekk hann póstmenn í vinnu. Og ekki bara það, þá hafi mikið og margt gerst síðan þá. Meira að segja þá hafa póstmennirnir byrjað að selja póststimplana, eða frímerkin eins og maður kallar það. Það er byrjað að selja frímerkin til safnara. Þú veist, þetta var bara á tímanum þegar fólk var nýbyrjað að safna frímerkjum. Þetta er voðalega langt síðan. Og það gerist allt í Afríku, sko. En já, þótt að búið að vinna í þessari póstþjónustu í Fantiburíki, þá var hún ennþá svolítið mikið vesen.
sérstaklega þegar kom að utanlandspósti vegna þess að það voru ekki mörg skip sem komu til Þantibíuríkis. Í rauninni það var það bara mjög sjaldan. Kannski myndi sama burðarskipið koma 3 ára árið þangað. Kannski myndi svona í heild koma ábyggilega bara svona 3 til 6 skip á ári sem eru að burðast með hluti og eru til í að taka póstinn og svoleiðis. Og hann Dagfinnur lofar Fantibi kongi að hjálpa með póstinn. Og hann byrjar eitthvað að finna lausnir á því, en á meðan hann er að finna lausnir á því þá koma sölurnar og þá er það fuglaflokkurinn sem ætlaði að fara að verpa í Englandi sem seinkaði ferðinni sinni svo út af því að þeir ætlaði að deila ferð með honum Dagfinni. Þau koma að honum Dagfinni og segja já, við þurfum að fara að verpa. Hversu lengi ætlað þú að vera hér lengur? Út af því að í raun þá þurfum við að fara að koma okkur. Og Dagfinnur stingur upp á því hvað með að þið notið bara skipið mitt og verpið öll á skipinu mínu. Og fuglarnir segja já, veistu, það er góð hugmynd. Við verpum bara á skipinu út af því að þá getum við fengið rónæði sem er mjög mikilvægt. Út af því að það er mjög mikið svona dagslíf, mjög mikil skemmtun út í Afríku. Og vanlega myndu fuglarnir verpa kringum húsnæði, kringum hús annarra, en vegna þess að öll húsin eru mjög lágbyggð og bara það að það sé í rauninni alltaf svo, það er engar skemmur eins og eru í Englandi, fattarðu, þar sem að enginn virkilega er með hávaða og það var vandamálið. Þess vegna vildu þau fara til Englands. En þau sættu sig við að verpa á skipinu hans, Dagfinns, sem er snilld, eða ekki? Og allir fuglarnir verpa þar og eftir að þeir verpa og drita yfir allt skipið þá þrífa þeir meira að segja skipið eftir sig. En það þýðir ekki að þau leggja á stað aftur til Englands. Í gegnum allt þetta brask og brall þá meira að segja fara þau í aðra ferð. Og þá meina ég að Snati, hundurinn hans Dagfinns, hann er að naga í beinið daginn. Og Dagfinnur kemur að hann og sér beinið og nánast trúir ekki því sem hann sér. Hann spyr Snata ef hann mætti sjá beinið betur og fer að skoða það og sér að þetta er gamalt bein af dýri sem var talið útrýmt fyrir mörgum árum. Hann spyr Snata hvar fannst þetta bein og Snati segir já, ég fann þetta bein bara við fjöruna á mannlausa landinu. Hann segir Snati, hvar er þetta mannlausa land? Það er bara þarna, bara þarna á eyjunni. Bara svona, já, þetta er bara eyja beint fyrir utan strandríkið sem þau búa á. Og það býr til sitt eiginmál, sko. Og þá hugsa Dagfinnur, ok, þá þarf ég að fara að skoða þetta mannlausa land. Svo hann fer kringum bæinn og spyr alla bátamennina, gæti þú nokkuð komið með mér á bátnum þínum til mannlausa landsins? Og þegar hann segir þetta við fólki þá hver einasta manneskja sem hann spyr hristist úr hræðing og bara neitar og segir mér sem nei við að bara leyfa að fara með bátinn. Þeir vilja ekki neitt með mannlausa landið að gera og þeir helst vilja ekki að báturinn þeirra kemur neitt nálægt mannlausa landinu. Og hann skilur ekkert í þessu og loks kemur hann að svolítið eldri manni sem að þó hristist úr hræðing og hefur engan áhuga á því að fara þangað nýja lána bát sinn. Þá segir hann samt Dagfinni söguna fyrir bakvið mannlausa landið. Og sagan fyrir bakvið það er
að mannlausa landið var nefnt svo eftir að fyrri konungur Fantípuríkis hafi sendt hérna móðir sína eða Heyrðu, ég hringir við tóna ammæli. Ég var að syngja ammælisöngin. já, Og hvað býð eftir Teresu á kálstinu? ætlar hún að koma að syngja afmælisöngin líka? Ef ég ekki spurði hana. Jú. Já. Hún á afmæli á morgun, svo það verður ekki sungið afmælisöngur núna. Hins vegar getum við haldið áfram með lesturinn, eða upprifing. Ég ætla að halda áfram að upprifja hérna sem gerðist í seinasta streymi. Svo það var hann fyrri Fantípukóngur sem að hafi sendt hérna tengdamóður sína yfir í mannlausa landi út af því að hann nefndi ekki stanslausa rifrildinu í henni. Og svo viku seinna, eftir að hafa sendt hana þarna yfir með einhvern mat og einhverja birgðir, þá ætlaði hann að senda fleiri birgðir, fleiri mat. En mennirnir sem hann sendi yfir með birgðir og mat, í staðinn fyrir að finna tengdarmóður konungsins, fundu þau dreka spúandi eld. Og þeir voru svo yfir sér hræddir að þeir bara létu bara, fæturnar toga, hlupu í burt. Og hvort það var einn maður sem komst í burtu eða tveir, ég man ekki alveg, en þetta hefur verið bara langstandandi sögn landsins og þetta er bara búið að vera langstandandi atriði landsins, þetta mannlausa land, að þegar menn koma þá eru það drekar sem elta þá á brott. Og þetta er sagan sem að Dagfinnur heyrir frá þessum manni sem vill ekki lána bátinn sinn. Og hann er núna alveg viss um að þetta er alveg rosalegu staður og hann þarf að fara þangað. Svo hann og Snati, fyrst að þeir fá engan bát, ákveða að synda yfir. Fyrst að þetta er bara svona hálf míla sem þarf að synda og þeir treysta sér í það, þá henda þeir sér í það verk. Svo hann Dagfinnur, hann bindir öll fötin sín saman í bagga, setur hann ofan á höfuð sitt og labbar út í vatnið með Snata. En rétt áður en þeir eru komnir á endalok, komnir að eyjunni, mannlausa landinu, þá er svo mikill straumur sem ýtir á móti að hann eyðir allri orkunni sinni, hann Dagfinnur, í að streitast á móti strauminum í staðinn fyrir að leyfa strauminum að taka sig kringum eyjuna, sem væri víst betra. Og svona þetta stingur upp á því að leyfa strauminum að bera þá hinum megin við eyjuna þar sem að straumurinn er veikari. En á þeim tímapunkti þá er hann Dagfinnur nú þegar búinn að eyða svo miklar orku að hann er í rauninni bara byrjar að súpa sjóvatn og hann er bara í vondum málum. En rétt svo fyrir það að hann er búinn að vera, þá kemur þessa búkur upp úr jörðinni, bjargar lífin hans. Þessi búkur lyftir upp bæði Snata og Dagfinni og ber þá upp að landi. Og þá kemst í ljós að þetta er
risaeðla. Ekki Gryffindocus, hins vegar. Hann Dagfinnur spyr, ert þú Gryffindocus? Og hann segir, nei, það er frændi minn sem dó út fyrir 2000 árum. Ég er Pyfenodocus. Eitthvað þannig. Ég man ekki alveg nafnið á seinni. Ég man ekki alveg nafnið á þessu dýri. En já, þá finna þær út sko að þetta eru grænmetisætur. Þessi drekar hér eru bara risaeðlur sem hafa varðveitt land sitt í mjög langan tíma. Og þeir segja honum það sko, já, tengdamóðurinn. Hann spyr út í tengdamóðurina sem var víst samkvæmt sögum þann típu að hún hafi breytt sér í dreka með illum göldrum. Nei, þeir hafa sendt hana líka burt út af því að grænmetisætu risaeðlurnar, þeir nenntu heldur ekki yfirheldin í henni. Svo þeir sendt hana burt og meira að segja gift hana til konungs í öðru landi sem var heyrnarlaus. Og hún hafi víst lifað mjög góðu lífi með heyrnarlausum manni. En ekki bara það, þá var lausnin þeirra líka þegar menn komu að leita í mannlausa landinu, þá hafði þeir alltaf farið í helli langt niður í jörðu, anda að sér ryki og farið svo aftur upp og anda rykinu að þeim, að mönnunum. Og þetta ryk sem þau önduðu út myndi líta út eins og sóti, sem gefur í skyn að þeir geta andað út eldi líka. Svo þessar grænmetisætur víst hafa sín tricks til þess að halda sér á lífi og halda landinu sínu friðsældu. Ó já, þetta er dýraparadísin. Hann eyðir smá tíma þar. Hann eyðir tímanum sínum í dýraparadísinni að hjálpa alls konar dýrum, nashyrningum, ég er að reyna að muna nafnið á þessu dýri. Já, vatnahestskrakka. Já, hann tekur út skemmda tönn hjá vatnahestkrassa. Vatnahestskrakka. Já, svo í dýraparadísinni þá bara hann Dagfinnur dýralæknir gerir sína galdra, hjálpar öllum dýrunum og þetta er upprifjunin. Núna erum við búin að upprifja allt sem gerðist í þessum 48 blaðsíðum sem við erum búin að lesa. Og þá erum við komin hingað í næsta kafla, hraðpósturinn. Áður en við förum að lesa það, þá ætla ég að fá mér smá keks með osti. Smá blábærasultu líka, fuck it. Okay. Dagfinnur dýralæknir settist nú á þúfu ásamt þeim Snata og Snarfara þarna í skugga pálmatrésins og þeir tóku að leggja á ráðin póstþjónustu þá, sem síðar var nefnd Svölupósturinn. Og ég ætla bara að minna ykkur á Snarfari, það er foringi svölunar, svöluflokksins. Þú veist, já.
Nú það ráðagerð mín, Snarfari, sagði læknirinn, að biðja svölurnar að flytja póst milli landa. Eins og þú veist póstþjónustan við útlönd í mesta ólestri vegna þess að skipakomur hingað eru svo óreglulegar og fátíðar. Já, það gæti verið þjóðráð að fá svölurnar til liðsinnis, sagði Snarfari. En við gætum aðeins innt þessa þjónustu af hendi þá mánuði ársins sem við erum hér í Afríku og þá gætum við aðeins flutt bréf til hlýrra landa. Við myndum frjósa í hel ef við ættum að fara með bréf þangað sem vetraríki mikið. Það skiljanlegt, sagði læknirinn. Ég ætlast ekki til þess af ykkur, en mér datt í hug að við gætum fengið aðra fugla sem þola betur kulda okkur til hjálpar. Og eigi bréf að fara langa leið til þess að ein fuglategund geti fluttað á leiðarenda, getum við sent það í áföngum. Segjum til að mynda að bréf sem á að fara til norðurskautsins sé sent með sölunum til norðurstrandar Afríku. Þaðan gætu þrestir flogið með það norður til Skotlands. Þar gætu mávar tekið við af þröstunum og flogið með það til Íslands eða Grænlands. Þaðan gætu ísmávar flutt póstinn til norðurskautsins. Hvernig líst þér á þessa tillögu? Ég held að hún sé ágæt. Ef við gætum fengið aðra fugla til þess að fallast á hana, sagði Snarfari. Þetta ætti að takast, sagði Dagfinnur. Þeir munu áreiðanlega fallast á þetta. Þegar þeim verður ljóst að fuglar og dýr geta haft margvíslegt gagn af slíkri póstþjónustu, ekki síður en menn. En fuglar og dýr skrifa ekki bréf, sagði Snarfari. Rétt það, sagði læknirinn. En gæti það ekki breyst? Ekki skrifuðu mennirnir bréf fyrr á öldum, en þegar þeir byrjuðu á því sáu þeir brátt að það varð að miklu gagni. Það myndi fuglum og dýrum einnig þykja. Við gætum haft miðstöðina hér á þessari dýraparadís. Megin tilgangur póstþjónustunnar gæti verið að stuðla að framförum meðal dýra, en jafnframt yrði hún til fullra nota fyrir fantýpi menn. Heldurðu að fuglar gætu lært að skrifa? Já, það held ég, sagði Snarfari. En það yrði annað stafróf. Við svölurnar skiljum til dæmis ætið eftir merki á húsunum sem við notum sem hreiðurstaði. Það eru skilaboð til þeirra fugla sem þangað koma á eftir okkur. Líttu á. Snarfari gerði einhver merki með fótunum í sandinn við fætur læknisins. Þetta þýðir til dæmis, gerðu þér ekki hreiður á þessu húsi, og þessum bæ köttur. Og líttu á þessi merki, sagði Snarfari, og bætti einum fjórum strikum í sandinn. Þau þýða, þetta gott hreiðurhús, nóg af flugum, og fólkið rólegt, ágætur byggingarleir bak við hlöðuna. Þetta stórmerkilegt, sagði læknirinn. Þetta eiginlega skammstafanir eða myndskrift og segir heila setningu með 4 strikum. Og flestar fuglategundir hafa ákveðna merkiskrift á sínu eigin máli. Sumir fiskveiði fuglar hafa til dæmis ákveðin merki sem þeir krota á trjástofna á árbökkum til þess að segja félögum sínum hvar góða veiðistæði sé að finna. Þrestir setja oft merki á steina og þau geta þýtt: brjótið sniglaskellurnar ykkar hérna. Svona mætti lengi telja, sagði Snarfari. Þarna sérðu, segir læknirinn. Mig grunaði það alltaf að fuglar væru byrjaðir að skrifa. Þar sem þeir eru flestir svo greindir og fróðir. Nú þurfum við aðeins að gera samfellda fuglaskrift úr þessum merkjum. Ég viss það. Að önnur dýr geta einnig skrifað, síðan stofnum við svölupóstinn og látum dýr og fugla skrifast á heim allan. Leið hjálpum við mannfólkinu svolítið við póstflutningana. Ekki veitir nú af. Ég býst við að flest bréfin verði skrifið til þín, læknir, sagði Snarfari. Ég hef hitt fugla víðs vegar heim og þeir spyrja mig hvernig þú sért í hátt, hvað þú snæðir í morgunverð og hvað þú sofir lengi. Jæja, þá það, sagði læknirinn, en tilgangur minn samt að fræða dýrin. Ekkert líklegra til þess að breiða þekkinguna út meðal þeirra en fljót og góð bréfaskipti. Í gær spurðu hirtirnir hérna á eynni hvernig þeir ættu að fara að því að viðhalda ákveðinni trjátegund sem þeir hafa fæðu af. En nú að verða mjög fágætt hérna á eynni. Ég kenndi þeim að sá trjáfræjum í moldina
svo að ný tré vaxi. Ef þeir hefðu getað skrifað mér, hefði ég getað leiðbeint þeim bréflega og ég hefði verið búinn að segja þeim þetta fyrir löngu. Nú héldu þeir Dagfinnur og Snati aftur til Fantípu. Risadýrin fluttu þá til lands að næturþeli til þess að skelfa ekki mannfólkið og næsta dag gekk Dagfinnur dýralæknir á fund konungsins enn einu sinni. Hátign, ég hef tillögu fram að bera, sagði læknirinn. Sú tillaga mun færa ríki þínu bestu og fljótvirkustu póstþjónustu sem til í heiminum, ef þú fellst á hana, sem ég dreg raunar ekki í efa. Gott, láttu mig heyra, sagði konungurinn. Hátignin, ég sjálfur hlusta. Má ekki bjóða þér sleikibrjóstsykur? Læknirinn þáði einn grænan úr öskjunni sem konungurinn rétti að honum. Hann var mjög hreykinn af sleikisykrinu sem gerður var í hinni konunglegu brjóstsykursgerð. Hann var ekki með sjálfum sér ef hann hefði ekki sleikipinna í bandi hálsinn og þegar hann var ekki að sjúga pinnan hékk hann í bandinu eða þá að kongur bar hann upp að augum og horfði á gest sinn gegnum litfagran molan. Hann hafði séð hvíta menn nota stækkunargler þannig og þess vegna lét hann gera sleikimólan þunna eins og plötur svo að vel sæist gegn þá. En þegar sífelldu sykursleikjur voru ekki heilsusamlegar svo hann var orðinn mjög feitur. En góð hold nú talin sjálfsagður fyrir mannsbragður í Fantípu svo að hann kunni þessu vel. Ráðagerð mín sú, sagði læknirinn, að innanríkispósturinn sé fluttur landið af þegnum þínum eins og verið hefur og ég held að þeim muni farast það vel úr hendi þegar ég hef þjálfað þá ofur lítið betur. En póstþjónustan við útlönd þeim óviða og það sem fá skip koma hingað inn á höfnina leggi til að miðstöð póstþjónustar við útlönd verði flutt út í eina sem kölluð Læknirinn áttaði sig á síðustu stundu að hætti við að nefna nafnið, já, eina sem ég minntist á við þig fyrir nokkrum dögum og hérna skammt undan landi. Ég felli mig ekki alls kostar við þá tillögu, sagði konungur og hleypti brúnum. Þú þarft ekki að óttast það, konungur, sagði læknirinn. Það ekki nauðsynlegt að neinn þegna þinna stígi þar fæti á land. Erlenda póststofan verður í húsbáti sem liggur við akkeri spölkorn frá strönd eyjarinnar og ég mun ekki þurfa hjálp neinna Fantípu manna þar heldur. Ég hef líka heitið því fyrir þína hönd að menn leggi ekki þangað leiðir sínar. En ég ætla að reka þessa erlendu póstþjónustu með minni eigin hjálparliði ef svo má segja. Þegar Fantípu menn vilja senda bréf til útlanda geta þeir sendað með einegju út í póststofuna í húsbátnum og síðan sé ég þau. Bréf sem berast frá útlöndum verða hins vegar borin að dyrum réttra viðtakanda í borginni. Hvernig líst þér á þessa tillögu? Ég samþykki hana, sagði konungur. En frímerkin verða öll að vera með mynd af mér og engum öðrum. Það sjálfsagt, sagði læknirinn. En hérni frá verður allir póstur til útlanda að fara mínar hendur og þeirra sem fyrir mig vinna. Þegar ég hef komið innan lands póstþjónustunni í gott horf verður að gæta þess að hún starfi eðlilega. Ef þú getur séð það, held ég að mér sé óhætt að heita því að hér verði komin á fljótvirkasta og öruggasta póstþjónustan í öllum heiminum eftir nokkra vikur. Að þessi loknu bað Dagfinnur Snarfara að senda fuglaboð allan heim. Hann lét spyrja foringja grámáfa, frasta, ísmáfa og margra annarra fuglategunda að því hvort þeir væri fúsir til þess að senda fulltrúa tegundar sínar til mannlausa lands á póstmálaráðstefnu þar sem Dagfinnur dýralæknir hefði merkilega tillögu fram að bera. Meðan boðin voru að berast hélt Dagfinnur áfram starfi sínu við að lagfæra póstþjónustuna innan lands í Fantípu. Brátt tóku að berast boð frá ýmsum fuglategundum að þær myndu senda fulltrúa til ráðstefnunnar. Þeir komu með meira að segja einn af öðrum að tóku sér gistingu í dalnum í mannlausa landi. Að 3 dögum liðnum kom Snarfari aftur að fundi læknis og sagði: Jæja læknir, nú eru flestir fulltrúarnir komnir til ráðstefnunnar. Konungur hafði látið lækninum í
í té allstóran og sterkan bát og einnig hafði húsbátur verið smíðaður að fyrirsögn læknisins. Dagfinnur dýralæknir reri út til eyjarinnar og gekk upp á sömu hæðina sem hann hafði staðið á hann leit fyrst yfir Paradísardalinn. Snarfari sat á öxl hans, en í hliðarhallinu fyrir neðan sá hann ótölulegan grúa fugla af hinum fjölbreytilegustu tegundum. Síðan hóf hann ræðu sína og tók að lýsa hugmyndum sínum fuglapóstinn sem hann ætlaði að láta nú heim allan. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni og lýst hugmyndum sínum sem greinilegast hófu fuglarnir mikinn vængjaslátt og hróp og varð hárreistin svo mikil að fólkið á götum Fantípiborgar lagði við eyru. Hristi síðan höfuðið og hvíslaði að nú myndu drekarnir á mannlausu landi vera farnir að berjast. Þegar hægðist gekk Dagfinnur niður í hliðina meðal fuglana, tók fram minnisbókina sína og ræddi stutta stund við formann hverrar fuglasendinefndar á ráðstefnunni. Hann spurði nákvæmlega það hvað merkja ritmál hver tegund notaði og flugvenjur hennar og lífshætti. Hann skrifaði hjá sér ýmis merki og þýðingar þeirra. Að fundi loknum fór hann heim en bað fuglana á ráðstefnunni að bíða sín því að hann myndi setja fund að nýju næsta dag. Þegar heim kom fór hann að athuga fuglamerkin og raða þeim saman á ýmsu vegi og að þessu vann hann langt fram á nótt. Morguninn eftir reri hann aftur út í eyna, setti fund að nýju og hóf umræður tillögun og skipulag Svölupóstsins. Á ráðstefnunni var síðan samþykkt einróma og aðalstöðvar Svölupóstsins skyldu vera þar á eynni, en deildarstöðvar á Góðrarvonarhöfða, Íslandi, Jólaeyju, Tahítí, Tíbet og í Pollabæ. Meginhluti póstferðarinnar var ákveðinn með þeim hætti að farfuglar sem flýju heimsálfa milli eftir árstíðum gætu flutt póst með sér og þar sem segja má að hver fuglategund sé að flytja sig í hverri viku ársins virtist unnt að koma á greiðum póstsamgöngum án þess að efna til margra aukaferða. En auk farfuglana eru margar tegundir sem dveljast allt árið í sama landi. Sendinefndir þeirra frá öðrum löndum höfðu komið til ráðstefnunnar í fylgd farfugla. Fulltrúar þessara tegunda hétu því að annast póstferðir í löndum sínum Fulltrúar þessara tegunda hétu því að annast póstferðir í löndum sínum. Þannig var gengið frá öllu kerfinu nær því að fullu á þessum 2 fyrstu fundum fuglaráðstefnunnar. Þessu næst hóf Dagfinnur dýralæknir máls á því að samræma þau ritmerki sem ýmsar tegundir fugla notuðu nú þegar. Í eitt auðskilið og einfalt fuglritmál og einnig yrði að hafa utan áskrift bréfa með þeim hætti að póstfuglarnir skildu til hvaða lands bréfin ættu að fara og síðan yrðu heimfuglar í hverju landi að geta lesið nafn og heimili viðtakanda. Loks náðist algert samkomulag þetta og læknirinn sleit ráðstefnunni. Hann þakkaði sendinefndunum fyrir komuna og bað þær nú að hraða sér heim til þess að kenna öðrum fuglum póststörfin. Hann sagði að dýraríkið myndi hljóta margfalda blessun, þekkingu og framfarir af þessum póstþjónustu. Ef hann tækist vel, síðan reri hann til lands, fór heim og fékk sér góðan hvíldarblund. Þegar hann kom á fætur morguninn eftir sá hann að konungsmenn höfðu lokið smíði húsbátsins. Honum hafði verið róið út á sundið og lagt við akkeri skammt undan strönd mannlausa lands. Síðan flutti Dagfinnur Duggu, Snata, Tátu, Kubb, Tvíhöfðan og Hvítumúsina þangað og settist þar að ásamt þeim. Nú hófust annríkisdagar hjá Dagfinni og dýrum hans við að koma erlendu póstþjónustunni af stað. Hann varð að útvega sér alls konar áhöld og nægar birgðir af frímerkjum með mynd af Fantípikongi. Snati var bátvörður og dýravörður en Dugga ráðskonan eins og venjulega og hún sá það að póststofan væri hrein. Á
hverjum morgni. Táta annaðist bókhaldið enda var hún mestur reikningshestur og hún sá einnig alla sölu á frímerkjum og fjárreiðum. Læknirinn var sjálfur við afgreiðslu og svaraði þá ótal spurningum sem fólk sífellt að spyrja í póststofum. Snarfari var þarna oftast nálægur og að þönum alls staðar og hvergi. Og þar með var svölupósturinn hafinn. Kókó konungur kom sjálfur morgun einn út í póstskipið, rak þrútið andlit sitt í afgreiðsluopið og spurði: hver nú hraðvirkasta erlenda póstþjónustan? Það nú breska póstþjónustan sem á heimsmetið en þá, sagði læknirinn, hún flýtir bréf milli Lundúna og Kanada á hálfum mánuði. Jæja, þá það, en hér ég með bréf til vinar míns, sem rekur skóburstunarstöð í Alabama. Nú skulum við sjá hver langur tími líður þangað til ég fæ svar hans aftur. Dagfinnur ætlaði að fara að segja konunginum að það væri ef til vill heldur snemmt að senda svona mikilvægt bréf þessa löngu leið. Snarfari settist á öxl læknisins og hvíslaði honum: taktu við bréfinu, læknir, og fáðu mér það. Ég skal reyna að koma því áleiðis. Snarfari tók við bréfinu þegar læknirinn hafði frímerkt það og stimplað og kallaði á gáska sendiherra sem ekki var langt undan. Gáski, sagði Snarfari, viltu skreppa með þetta bréf vestur til Azoreyja og vera eins fljótur og þú getur? Það skalt þú hitta eina stélhvítu trjásöngvara sem munu vera í þann veginn að leggja á stað vestur yfir hafið til Bandaríkjanna. Afhentu þeim bréfið og byttu þá að koma því til skila og svarbréfið til okkar eins fljótt og unnt er. Gáski tók við bréfinu og flaug á stað. Klukkan hafði verið 4 eftir hádegi konungur kom með bréfið í póststofuna og þegar hátegnin vaknaði 3. morguninn og gekk niður að morgunverðarborðinu lá svarbréfið við disk hans. Lolololo, Hanna 8 blaðsíður. Fuck maður. Þú veist, þetta góð bók, en að lesa póstþjónustu og hvernig þið búið til póstþjónustu í svona mér líður eins og að vera svona að stríða mig smá, sko. Já, kominn tími fyrir smá ost, sko. Sem minnir mig á fyndinn hlut sem pabbi minn sagði við mig. Ég er í svona hvítum osti. Skilurðu mig? Ég er í svona hvítum osti. Pabbi minn, hann er í bláa ostinum og hann sagði við mig í dag, sko, að osturinn sem þú borðar, hann er dauður, en osturinn sem ég borða, hann er lifandi. Þá var hann að tala bláa ostinn, sko, og það lét mig hugsa, sko. Hann lét mig hugsa bláan ost. Það var fyrir löngu, maður, hvað? Give me that fucking cheese, man.
Ég þarf bara að borða smá ost sko. Ég þarf að regenna sko. Þú veist, ég hef búinn að vera að lesa fucking postþjónustu núna í einhver tíma og það er bara, það er erfitt sko. Það er erfitt. Æ. Chat er dead, maður. Kannski ætti ég að pinna eitthvað hérna. Kannski ætti ég að pinna eitthvað í chati. Pinned. Hérna er mynd af honum. Við vorum að tala að hann kemur inn í hólfið á hérna bátinum og vill láta senda postið sinn. Hérna getið þið séð Dagfinn og konung Kvantipríkis. Annar hluti. Harla óvenjuleg póststofa. Engan grunaði, ekki einu sinni Dagfinn dýralækni sjálfan hann stofnaði sölupóstinn, hvílíkt heimsgerfi hann var að setja á laggir. Eða hvílíkur boðberi framfara á nýra hugmynda hér var á ferðinni. Að sjálfsögðu þarf margt að læra og mörgu að hagræða áður en starfsemi gengur snurðulaust. Eitthvað nýtt, eitthvert vandamál bar að höndunum á hverjum degi. En þótt læknirinn sæi ekki út úr önnunum og yrði að leggja nótt við dag uns þreytan ætlaði að yfirbuga hann, hafði hann svo mikla ánægju af starfinu að hann skeytti því engu. En Dugga hafði þungar áhyggjur á honum og óttaðist að hann ofbyði þreki sínu og heilsu. Áreiðanlega hefur engin póstþjónusta verið neitt lík póstþjónustunni hans Dagfinns dýralæknis. Fyrst er nú að nefna það að aðalpóststofan var í húsbáti, annað var það að öllum sem þangað átti erindi var boðinn tepolli og bærist gestað garði klukkan 4 síðdegis. Var haft meira við.
og bæri gestagarði klukkan 4 síðdegis var haft meira við. Á sunnudögum var meðlæti á boðstólum líka. Brátt varð það almennt síðdegis gaman borgarbúa að róa út að póststofunni og þiggja þar tebolla. Segl var strengt yfir afturþiljur húsbátsins og það var gott að sitja á svalanum og horfa út á bláan sjóinn. Það var engin nýlunda að sjá Kókó Fantíbu konung þar ásamt flesti öðru stórmenni ríkisins sötrandi te. En var það óvenjulegt í póststofu Dagfinns hve pennarnir voru góðir. Eins og þið vitið það algengt að allir pennar séu þurrir eða hálfbrotnir í venjulegum póststofum. En læknirinn sá að það væri gnægð öndvægispenna. Sjálfsögðu voru ekki til stálpennar í þá daga, aðeins fjarapennar. Dagfinnur bað stórmáana að hirða stélfjaðrir sínar þegar þeir felldu þær og færa þær. Úr þeim gerði hann þessa ágætispenna, enda fékk hann nógar fjaðrir að velja úr. Loks má nefna það að frímerkjalímið var harla ólíkt því sem venjulegast í póststofum. Límbirgðir konungs gengu fljótt til þurrðar og læknirinn varð að afla sér nýs líms sem ekki lá á lausu. Eftir nokkrar tilraunir tókst honum þó að gera nýja límtegund úr lakkrís og hún reyndi mjög vel. En eins og hef áður sagt voru fantípumenn miklir sælkerar og fljótlega eftir að farið var að hafa þetta nýja lím á frímerkjunum þyrptist múgur og margsmenni út að póststofunni til þess að kaupa frímerki. Fyrst í stað skildi læknirinn ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Frímerkjasalan óx miklu meir en bréf í pósti og var tátagjaldkeri að leggja á sig vökur við reikningshaldið. Allir peningakassar fylltust og grípa varð til þessa ráðs að geyma peninga í leirkrukku í eldhúsinu. En brátt sá læknirinn hvers kyns var. Þegar fólkið hafði sleikt allt límið af frímerkjunum kom það með þau aftur og vildi selja þau. Nú eru það póstlög allstaðar í heiminum að póststofur kaupi gild og ónotuð frímerki fyrir skráð verð og þar eru engin ákvæði að límið verði að vera á frímerkjunum. Þau verða aðeins að vera óstempluð. Dagfinnur varð því að kaupa öll þessi frímerki aftur og sat nú upp með óteljandi límlaus frímerki. En peningarnir voru roknir út í veður og vind. Því var ekki annað til ráða en að finna upp nýja og ósæta tegundar lími. Dag nokkurn kom bróðir konungsins út í póstskipið með svo mikinn hósta að hann gat varla beðið frímerki. Og síðan stundi hann upp beiðni til læknisins að lækna sig af hóstanum. Þá kom lækninum allt í einu snjallra í hug. Næsta límið sem hann bjó til var kallað hóstalím. Hann gerði það úr hóstalífi. Hann bjó einnig til kveflím og hálsbólgulím og fleiri tegundir lyfjalíms við alls konar kvillum. Síðan gæti hann þess að hafa á boðstólum frímerki með hinn réttu límtegund eftir því hvað kvillar gengu í borginni. Þetta bæði miklu kvabbi frá honum, því að fólk var sífellt að biðja hann einhver lyf við hósta, kvefi, hálsbólgu eða einhverju farsóttum. Hann kallaði þetta að frímerkja sig gegn farsóttum. Svo bar við eitt sinn Snati var að lokum dyrum póststofunnar klukkan 6 að hengja á hurðina spjaldið með orðunum lokað, eins og hann var vanur, og læknirinn lagði frá sér póstkortin sem hann hafði verið að greina sundur og seildist eftir pípunni sinni. Nú var póstþjónustan komin í fastan farveg og því tekið að hægjast Læknirinn hugsaði með sér að nú gæti hann farið að unna sér meiri hvíldar og reglulegri svefns. Og þegar Snati kom inn í póststofuna sá hann að læknirinn hallaði sér aftur í sætinu og horfði umhverfis sig með ánægjusvip. Jæja, Snati minn, sagði hann og varpaði öndinni léttar. Nú póstþjónustan komin í gott horf. Já, sagði Snati og hengdi lúktina upp. Meira að segja fyrirmyndarhorf. Ég held að önnur eins póstþjónusta sé hvergi til annars staðar. En eitt undarlegt, sagði Dagfinnur. Þótt ég hafi starffrækt þessa merkilegust póststofu í rúma viku, hef ég ekki skrifað eitt einasta bréf sjálfur, ennþá. Það skrítið að koma á fót alheims póstþjónustu en skrifa ekkert bréf sjálfur. Líkti nú á hilluna þarna, svona mörg frímerki ættu að hvetja til bréfaskriftar. Alla ævina hefur því verið svo háttað að mig vantaði frímerki á bréfum mín.
þegar ég hafði skrifað þau. Nú hef ég frímerki í þúsundatali en skrifa engin bréf. Það nær auðvitað engri átt, sagði Snati. Og þú, sem skrifa svo fagra rithönd. Ég ætti auðvitað að skrifa henni Söru systur, sagði Dagfinnur og saug pípuna sína. Aumingja Sara, skyldi hún nú ekki vera gift, en nú veit ég ekki einu sinni hvert heimilisfangi hennar er. Og þess vegna get ég ekki skrifað henni. Og ég býst ekki við því að neitt fyrir sjúklinga mína langi til þess að fá bréf frá mér. Jú, ég veit um einn kunningja þinn sem myndi fagna bréfi frá þér, sagði Snati. Það er hann Matti Muggur, kattamatsveinn. Hann er ekki einu sinni læs, sagði læknirinn. Nei, en konan hans er læs, sagði Snati. Það er satt, tautaði læknirinn. En hvað á ég að segja honum í fréttum? Þegar hér var komið samtalinu bar Snarfara að og hann sagði: Læknir, við verðum að reyna að lagfæra bréfburðinn í Fantípu. Póstarnir þar eru ekki sérlega slingir að finna hina réttu viðtakendu bréfa. Þó að við sölurnar gerum okkur oft hreiður undir þakskeggjum húsa, erum við ekki borgarfuglar, heldur sveitafuglar. Við getum ekki áttað okkur á öllum þessum strætum og götum sumir póstfuglarnir koma aftur með bréfin sem þeir lögðu á stað með í morgun og segjast ekki finna réttu húsin. Og ljótt er að heyra, sagði læknirinn. Lofaðu mér að hugsa málið andartak. Já, nú veit ég hvað gera skal. Ég sendi eftir þitt. Hver er þittur, sagði Snarfari. Þittur er Lundúnaþröstur, sagði læknirinn. Hann heimsækir mig á hverju sumri í Pollabæ. Á veturna og vorin heldur hann sig mest umhverfis Pálskirkjuna. Hann gerir sér hreiður í vinstra eyra heilags Edmunds. Hvar segirðu? Hrópaði Snati undrandi. Í vinstra eyra styttunnar af heilugum Edmundi. Skammt frá kirkjunni, sagði læknirinn. Þittur er einmitt rétti fuglinn til þess að koma lagi á bréfburðinn í Fantípu borg. Hann er nú heima hjá sér í þröngum götum og strætum borgarna. Ég sendi þegar eftir honum. Ég er hræddur að póstfugl eigi bágt með að finna þennan þröst í Lundúnaborg, nema hann sé þá borgarfugl sjálfur, sagði Snarfari. Þetta er ákaflega stór borg, er það ekki? Jú, en bíðum nú við skulum hugsa málið, sagði læknirinn. Nú dettur mér í hug þjóðráð, sagði Snati. Þú varst að hugsa það áðan, læknir, hvað þú ættir að skrifa honum Matta Mugg, kattamatsveini. Nú skaltu láta Snarfara skrifa þitt bréf á fuglaritmáli og festa það bréf síðan við annað bréf sem þú skrifaðir Matta Mugg. Þegar Þittur kemur til Pollabæjar í sumar, en að því liður nú senn fær Matti honum bréfið. Afbragð sagði Dagfinnur og fór að skrifa bréfið. Dugga Önd hafði hlýtt á samtalið og lagði nú orð í belg. Og þú ættir að biðja hann að líta á gluggann á baklið hússins. Ef rúða skyldi vera brotin þá er illt ef regnvatnið rennur inn í svefnherbergin. Sjálfsagt, sagði læknir, ég skal minna á það í bréfinu. Læknirinn lauk bréfinu, braut það saman, stakk því í umslag og skrifaði utan á. Herra Matti Muggur, kjötkaupmaður í Pollabæ í Mýrasýslu á Englandi. Síðan flaug Áski á stað með það. Læknirinn bjóst ekki við svarið þegar í stað því að kona Matta var heldur tréglæs og enn seinfærari skrifari. Þar að auki bjóst hann við að Þittur myndi ekki koma í sumarheimsóknina til Pollabæjar fyrr en eftir viku eða hálfan mánuð. Hann dvaldist ætið heima í Lundúnum fram yfir Hvítasunnu því að kona hans vildi ekki leggja á stað, fyrr en hann hefði kennt börnunum að finna hús þar sem fólk fleygði brauðmolunum út í garðinn. Þau þurftu einnig að læra að tína hafra sem féll úr múlpokum vagnhestana án þess að vera fyrir hófum þeirra. Og margt annað þurfti börnin að læra áður en foreldrarnir yfirgæfu þau.
Nú liðu dagarnir með friðsemdar blæ í póststofu læknisins. Dýrin, Dugga, Táta, Kubbur og Tvíhöfði, Hvíta músin og Snati kunnu öll lífinu í húsbátnum vel og þætti þeim heldur þröngt sig þar. Gátu þau skotist upp á eina til þess að liðka sig. Þessi ey var nú æ sjaldnar kölluð mannlausa land heldur nafni því sem læknirinn hafi gefið henni, Paradís dýranna. Læknirinn slóst stundum í föruna með þeim. Hann kunni því vel því að þá fékk hann tækifæri til að tala við ýmis dýr og fræðast meira merkjara ritmál það sem þau notuðu. Hann skráði öll ný orðmerki sem hann nam í vasabók sína og setti síðan saman ritmál það sem nota skildi milli dýra, eða dýraskriftina, eins og hann kallaði það. En hún var hliðstæð merkja ritmáli því sem komið var á hjá fuglunum. Þegar Dagfinnur gat komið því við vegna hanna, hélt hann kvöldnámskeið í skrift við dýrin. Hann hélt kvöldnámskeið í skrift fyrir dýrin. Þau voru mjög námfúsir nemendur en aparnir reyndust mestir námshestar sem vænta mátti og brátt gerði hann suma þeirra að kennurum. Sebradýrin voru einnig fljót að læra. Læknirinn uppgötvaði að þessi greindu dýr höfðu ákveðin merki sem þau kröfðust eða bitu í grasið til þess að gefa til kynna og þau hefðu orðið ljónavör. Þótt þau þyrftu sem betur fólk ekki að nota það í paradís dýranna, heldur aðeins í meginlandi Afríku. Dýrum læknisins þótti það hin besta skemmtun að lesa sundir póstsins. Sem vænta mátti. Og brátt gerði hann suma þeirra að kennurum og þá tölum við apana. Sebradýrin voru einnig fljót að læra. Læknirinn uppgötvaði að þessi greindu dýr höfðu ákveðin merki sem þau kröfsuðu eða bitu í grasið til þess að gefa til kynna að þau hefðu orðið ljónavör. Þótt þau þyrftu sem betur fór ekki að nota það í paradís dýranna, heldur aðeins á meginlandi Afríku. Dýrum læknisins þótti það hinn besta skemmtun að lesa sundur póstinn sem barst frá útlöndum enda vonuðust þau eftir bréfi til sín. Fyrst í stað fengu þau fá bréf en dag nokkurn kom gáski fljúgandi með bréf til þeirra frá Pollabæ. Þar var komið svarabréf frá Matta Mugg. Hann skýrði lækninum frá því að hann hafði hengt bréfið til þits á grein eplatrés í garðinum, því að þangað myndi þrösturinn þegar leita, hann bæri að garði. Allar rúðurnar í gluggum hússins hvaðan heilar en helst þyrfti að mála hurðirnar. Gáski hafði dvalist í Pollabæ meðan hann beið svarbréfsins og hann notaði tímann til þess að leita frétta hjá bæjarfuglunum. Þeir höfðu þegar frétt af hinni merkilegu póstþjónustu sem komin væri á laggir og hefðu aðalstöðvar á mannlausa landi. Eftir þetta tók bréfum mjög að fjölga til dýranna á húsbátnum. Einn morguninn kom bréf til Duggu frá systur hennar, annað til Hvítu músarinnar frá frænku hennar í skáp læknisins. Þriðja til Snata frá tíkinni sem bjó í næsta húsi og kvaðst hún hafa eignast 6 hvolpa. En Kubbur fékk ekkert bréf og það fékk svo mikið á hann að honum lá við gráti. Þegar læknirinn bjóst til ferðar í borgina kvöldið, baðst Kubbur leyfis að fara með honum. Daginn eftir bárust þau boð frá póstfuglunum að þeir hefðu meðferðis óvenjulega þunga póstsendingu og þegar póstpókinn var opnaður kom í ljós 10 þykk bréf til Kubbs, en ekkert hinna dýranna fékk bréf. Þetta vakti illar grunsemdir hjá Snata að hann gægðist yfir öxl Kubbs þegar hann var að opna bréfin. Í hverju umslagi var aðeins bjúaldín hýði. Hver sendir þér þetta, Kubbur minn? Ó, ég sendi mér það nú sjálfur, sagði Kubbur drjúgur. Ég lét bréfin í póst í Fantibú í gær. Mér þótti skrítið ef ég gæti ekki fengið bréf eins og aðrir, enginn skrifa mér, svo ég verð að gera það sjálfur. Og núna kemur kaflaskipti. Þytur lundurna þröstur flýgur í garð. Tími til að fá mér ost. Þurfum að regen sko. Get that energy up, man.
smá meira ost og svo byrjum við aftur að lesa. Og þá komum við að kaflaskiptinu þar sem hann þytur þröstur, þytur Lundúna þröstur, er mættur til Fantípuríkis við mannlausu eyjuna ásamt þekkt sem dýraparadísin. Halló? Þytur Lundúna þröstur flýgur í garð. Það var mikil fagnaðardagur í póstþjónustunni þegar þytur Lundúna þröstur flaug í garð og tók að sér stjórn bréfburðarins í Fantípuborg. Læknirinn var að snæða hádegisbitann við afgreiðsluborðið í póstþjónustunni þegar litli þrösturinn stakk höfðinu inn afgreiðslulúguna og heilsaði glaðlega. Sæll, læknir, hér er ég kominn, ekki datt mér í huga að leið mín myndi liggja hingað. Þytur var óvenjulegur fugl og yfir honum einhver aðalsbragur. Borgarfasi leyndi sér svo sem ekki og hann virtist ekki vita hvað feimni væri. Jæja, ertu nú kominn, Þytur minn, sagði Dagfinnur, feginn og glaður. Loksins, gekk ferðin vel? Ekki sem verst, sagði Þytur og horfði á brauðmolana á borðinu. Ég slapp við fárviðri, þetta var snotrasti bústaður líkist Teimsferju. Ýmsir fuglar þyrptust nú að forvitni til þess að sjá þennan nýkomna fugl og dýrin komu hlaupandi til þess að heilsa gestinum og spyrja frétt frá Pollabæ. Æ, hvernig líður gamla hestinum í hesthúsinu? Það var Dagfinnur sem spurði. Bærilega, sagði Þytur. Auðvitað yngist hann ekki en hann á góða elli. Hann bað mig að færa þér blómvönd frá sér. Ég spurði klárinn hvort hann héldi að ég væri flutningaflugvél og hvað heldur að fuglar hefðu sagt? Ef ég hefði flogið með blómvönd suður yfir allt Atlantshaf, þeir hefðu haldið að ég ætlaði að fara að gifta mig á suðurskautinu. Alveg rétt, Þytur, sagði læknirinn hlæjandi. Mér sækir heimþrá þegar ég heyri þetta heimalega tal. Og mig líka, sagði Snati. Var mikið rottur í gamla garðskilinu, Þytur? Já, þær voru þar, 100 saman, segir þrösturinn. Og orðnar eins og stórar á kanínur. Það létu eins og þær ættu allt óðalið. Ég skal sveimur kenna þeim betri siði þegar ég kem heim, sagði Snati. Ég vona að senn leiði nú að því. Hvernig var umhorfs í garðinum, Þytur? Það var örlítil áhyggjur í rödd læknisins. Heldur ótótlega, sýndist mér, sagði þrösturinn. Illgressið þandi sig yfir alla stiga en blómin undir eldhúsglugganum voru heldur en ekki sjáleg. Ég er nokkuð að frétta frá Lundúnum. Hvíta músin var fædd þar og taldi sig alltaf vera borgardömu. Er nokkuð að frétta frá Lundúnum? Hvíta músin var fædd þar og taldi sig alltaf vera borgardömu. Ó já, ætla ekki það, sagði Þytur drjúgur. Það er ætið eitthvað að gerast í Lundúnum. Þeir hafa til dæmis smíðað vagn sem rennur á 2 hjólum í stað 4. Þessi tvíhjólavagnar eru miklu hraðskreiðari en þeir gömlu og menn þeytast á þeim allar götur. Það er líka komin ný grænmetisbúð skammt frá kirkjunni minni.
Ég ætla að setja á stofn grænmetisbúð sjálfur þegar ég orðin stór, sagði Kubbur. Ég ætla að setja á stofn grænmetisbúð sjálfur þegar ég orðin stór, sagði Kubbur. Og ég ætla að búa á Englandi þar sem ræktaði gott grænmeti. Ég orðin ósköp þreyttur á Afríku. Hann alltaf að tala nýtt grænmeti, sagði Tóta. Hvílíkt lífsstarf að reka grænmetisbúð. Ó, gamla góða England, sönglaði Kubbur klökkur. Jæja, nú best að snúa sér að alvarlegri málum, sagði læknirinn. Við sendum annars eftir þér til þess að biðja þig að koma að lægja á póstburðin í Fantípi borg. Póstfuglarnir okkar eru ekki borgarsvanir og þeim gengur illa að rata borgina og finna rétt hús. Þú ert borin og barnfæddur borgarfugl, heldur að þú getur ekki rétt okkur hjálpar hönd. Ég skal athuga málið, læknir, sagði Þytur. Það best að ég fari að skoða mig í þessari borgarnefnu ykkar, en ég verð þó að fá mér bað áður, því ég allir svita storkin undir fiðrinu eftir langflugið í steikjandi sólskininu. Eru engar baðtjarnir hér nærri? Nei, nú þurrkatími, sagði læknirinn. Þú verður að muna að þú ert ekki staddur á Englandi, en ég skal sækja vaskafatið mitt og ættir að geta baða þig í því. Viltu vera svo góður að hreinsa sápuna úr því fyrst? Hún fer í auguna í mér, sagði Þytur. Þytur svaf vel nóttina, hann var kátur og hress í bragði. Hann kom á fund læknisins morgunin eftir. Þeir héldu síðan saman inn í borgina sem læknirinn ætlaði að sýna honum. Jæja, læknir, sagði Þytur, þegar skoðunarferð aðalhverfið var lokið, ekki nú að lítast. En borgin stór, satt það. Mig grunaði ekki að þeir hefðu svona stórar borgir hér suður í Afríku. En göturnar eru furðulega mjóar. Sums staðar getur geitvarla smóið þær. Hvað þá vagn og húsin eru því líkust, sem þau væru gerð úr gömlum strámáttum eða golfþurrkum. Fyrsta sem við verðum að gera að láta kónginn skipa húseigendum að setja dyrahamra á allar útidyrahurðir. Það ekki von að póstur geti skilað bréfunum ef þeir geta ekki kvart dyra. Það hverju orðið sannara, sagði Dagfinnur. Ég skal fara á fund konungs í kvöld. Og þeir hafa enga bréfkassa við dyrnar eða bréfarifur á hurðunum, sagði Þytur. Eins og nú ástatt verður póstfuglarnir að fleygja bréfum niður Reykháfinn ef ekki komið til dyra. Konungur verður að skipa þeim að setja bréfkassa eða bréfarifur á hurðirnar. Ég skal flytja það mál við konung líka, sagði læknirinn. Viltu hafa bréfarifurnar á miðjum hurðunum eða til hliðar? Ég vil hafa 2 bréfarifur á hverri hurð, sagði Þytur. Hvers vegna viltu hafa þær 2? Það smáning sem ég að fita upp á, sagði þrösturinn. Önnur á að vera fyrir reikninga en hinn fyrir sendibréf. Þú veist að fólk verður svo eftirvæntingafullt þegar það heyrir póstinn stinga bréfi bréfarifuna og því vonsviknara þegar það hefur hlaupið til og sér að þetta aðeins skuldakræfa í stað bréfs frá vini eða ættingja. En ef rifurnar eru 2 og önnur þeirra merkt reikningar og hinn sendibréf, þá sér fólk þegar hverskins sendingin þegar henni stungið inn rifuna. Hvernig líst þér annars á þessa tillögu? Ég held að hún sé bráðsnjöll, sagði læknirinn. Þá þarf fólk aldrei að gera sér falskar vonir þegar bréf koma og þá getur látið reikningana liggja kyrra á kassanum innan á hurðinni. Þangað til það ætlar að borga þá. Þegar dyrahamrarnir eru komnir á, skaltu segja póstfuglunum að berja 1 högg þegar þeir eru með reikninga, en 2 þegar þeir koma með sendibréf, svo að fólk geti lært á þetta á þekkja munin á þessu tvennu. Við skulum sýna þessum En þegar dyrahamrarnir eru komnir á, skaltu segja póstfuglunum að berja 1 högg þegar þeir eru með reikninga, en 2 þegar þeir eru koma með sendibréfa, svo að fólk geti lært að þekkja munin á þessum tvennu. Við skulum sýna þessum halanegrum hérna að hægt sé að koma á sæmilegri póstþjónustu. Þessi fugl fucking wild,
Talaðu ekki svona gálauslega fólki hérna, þýtur minn. Þú verður að venja þig af svona ljótu orðbragði, sagði Dagfinnur. Bang. Jæja, ég skal reyna, en ég ekki með jólabréf og jólaböggla í póstinum hérna. Jæja, ég skal reyna, en ekki mikið jólabréf og jólaböggla í póstinum hérna? Nei, það held ég ekki, sagði læknirinn. Þú veist það kannski ekki, en fólki hérna heldur ekki jólin heilög. Hvað er að heyra þetta? Heldur það ekki sjálf jólin heilög? Þytur var undrandi hneykslaður. Þetta er fullkomin hneyksli. Heyrðu nú, læknir, nú skaltu segja þessari kongsnefnu að haldi hann og fólkið hans ekki heilagar hátíðir og hafi engan jólapóst, þá verði alls engin póstur borinn út hér í Fantípi frá nýjári til páska. Þú skalt bara bera honum kveðju mína með þessum tilmælum og bæta því við að komin sé tími til þess að einhverri taki hann til bæna. Það er víst orð að sönnu, sagði læknirinn. Ég fellst á tillögu þína og flyt málið við konung. Og segðu honum það einnig að við póstfuglarnir krefjumst þess að fá 2 sykurmola við hverjar húsdyr á jóladagsmorgun, annars fá menn engin jólabréf. Dagfinnur gekk fyrir konungi þegar þetta sama kvöld og bar fram við hann tillögur þær sem Þytur hafði gert. Og konungur féllst á þær allar. Ljómandi kóparhamar voru festir á hurðar húsana og þeir voru svo léttir að póstfuglarnir gátu auðveldlega lyft þeim. 2 póstkassar voru festir innan við hurðarinnar og rifur gerðar á þær, önnur fyrir reikninga en hin fyrir sendibréf. Dagfinnur dýralæknir skýrði tilgang jólana fyrir kók og konungi eins vel á hann gat og sagði honum frá ýmsum jólavenjum, svo sem jólabréfum, jólakortum, jólagjöfum og mörgu fleiru. Slíkur dagamunur fannst konungi sjálfsagður og brátt urðu jólagjafir ekki aðeins til póstana, heldur einnig milli vina og ættingja, mjög algengar í Fantípu, og fólk fór einnig að senda hvert öðru jólakort. Þess vegna urðu nokkrir trúboðar sem komu til Fantípu nokkrum árum eftir að læknirinn fór þaðan harla undrandi þegar þeir lentu þar í jólahaldi, þótt fólki væri enn heiðið en þeir fengu aldrei að vita að trúboðinn sem þarna hafi komið á undan þeim og innleitt jólin var aðeins þröstur úr Lundúnaborg. Jæja, Þytur hófst nú handa við bréfburðinn í Fantípu og gekk það allt eins og í sögu, en bréfin fjölgaði svo ört. Þegar fólk fór að átta sig á því hve þægilegt var að koma boðum með bréfum, að Þytur gat ekki einn annars þess hann sendi þá boð með sölu til Lundúna og bað einn 15 þresti kunningja sína sem voru borgarfuglar eins og hann að koma sér til hjálpar, og auk þess varð hann að fá marga fleiri fugla sér til aðstoðar, og beri svo við að þér væri gengið aðalstræti í Fantípu borg klukkan 9 að morgni eða klukkan 4 síðdegis möttu sjá póstfuglana þar á þönum milli húsa og beri svo við að þér verði gengið aðalstræti í Fantípu borg klukkan 9 að morgni eða klukkan 4 síðdegis möttu sjá póstfuglana þar á þönum milli húsa og heyra létt högg þeirra með dyrahömrunum á hurðir húsana, 2 fyrir hvert sendibréf og 1 fyrir reikning. Að sjálfsögðu gátu póstfuglarnir ekki borið nema 1 eða 2 bréf í einu, því að þeir voru allir heldur litlir en þeir voru því fljótari í förum. Enga stund að skjótast á milli hús, bátsins og borgarinnar. Táta sat við borgarlúguna með 3 bréfkassa á afgreiðsluborðinu og var einn merktur miðborg, annar vesturborg og hinn 3. suðurborg. Þessi skipting hafði líka verið gerð að tillögu Þyts sem sótti fyrirmyndina til Lundúna. Öll afgreiðsla voru miklu fljótlegri með þessari skiptingu. Þytur var lækninum einnig hjálplegur á margan hátt. Konungur sagði að það væri göldrum líkast hve póstþjónustan gengi greiðlega og væri vel skipulögð. Bréfin bárust nú alltaf mjög fljótt og reglulega og fóru aldrei húsa villt. Þytur hafði aðeins einn galla. Sóðalegt orðbragð líkast því sem götustrákar tala. Læknirinn hafði lagt ríkt á við póstfugla sína og öll dýr að geta prúðmennsku og málfari
og kurteisi í framgöngu. Orðbragðið hans Þits var hins vegar neðan við allar hellur þegar sá gállinn var á honum. Dag nokkurn bar gælupáfugl Kókó konungs að garði út í húsbátnum og var ærindi hans við lækninn að kvarta yfir því að þessi orðljóti lundúnaþröstur hefði rekið út úr sér tunguna framan í hann uppi á hallarveggjunum. Læknirinn kvað slíkt óhæfu og sneypti Þyt harðlega fyrir slíka ókurteisi. Þessum ávítum kunni Þytur illa í stórlæti sínu og hugði á hefndir. Hann fékk nú félaga sína, lundúnaþrestina, í lið með sér og einhverja næstu nótt flugu þeir hljóðlega inn í hallgarðinn, læddust að hinum konunglega páfugli og slitu 3 fjaðrir úr skrautsteli hans. Þetta var fljótlega kært fyrir lækninum og varð hann svo reiður að hann rak hann úr starfi. Þó að honum þætti mjög miður að verða að grípa til þess ráðs, en þegar Þytur lagði af stað heim til Lundúna slógust allir hinir lundúnaþrestirnir í för með honum og póstþjónustan í Fandibjó hafði ekki lengur neina borgarvönum póstfuglum á að skipa. Svölurnar og ýmsir fleiri fuglar reyndu þó að leysa verkið af hendi eins og áður, en það fór allt í handaskólum. Áður en langt leið fóru kvartanir bréfburðinn að berast frá borgarbúum. Læknirinn var í öngum sínum og óskaði þess heitast að hann hefði ekki hlaupið svona á sig að reka Þyt úr þjónustu sinni, því að hann og félagar hans virtust einir kunna til verka við póstburðinn. En þá bar svo við dag nokkur að Þytur birtist öllum og óvörum í póstsögun aftur og var læknirinn harla glaður þótt hann reyndi að sýna reiðilegur á svipinn. Þytur sveiflaði sér nokkra hringi hirðuleysislega stofuna og hafði strá í munni. Hann lét eins og ekkert hafði gerst og hann var þarna heima fugl. Dagfinnur hafði haldið að Þytur og félagar hans hefði farið beina leið heim til Lundúna, en svo var ekki. Þeir vissu að læknirinn myndi þurfa á hjálp þeirra að halda, svo að þeir höfðu aðeins farið Kippkorn norður í Afríku og hafst þar við tíma. Læknirinn lét því nægja að halda ofurlitla síðarpredikun yfir Þyt og ráða hann síðan til starfa á ný. En daginn eftir hellti Þytur fullri byttu af póstbleki yfir hinn hvíta og konunglega páfugl þegar hann kom með konungi út í húsbátinn til Tetrikju. Þá rak læknirinn Þyt öðru sinni úr starfi, en ekki leið á löngu þangað til hann tók Þyt í sátt aftur. Og þannig gekk það löngum að rak Þyt á meðaltali einu sinni í mánuði, en jafn skjótt gekk póstþjónustan úr skorðum í borginni og Þytur var ráðinn aftur og kippti öllu í lag. Þytur var merkilegur fugl, en hann virtist ekki geta setið á götustrák sínum nema svo sem mánuð í einu. Þytur var merkilegur fugl, en hann virtist ekki geta setið á götustrák sínum nema svo sem mánuð í einu. Læknirinn sagði loks að hann væri svona gerður og gætist víst ekki ráðið við þetta. Og þetta er kaflaskipti, blaðsíða 70. Ég held að þetta er komið gott núna. Við erum komin á blaðsíðu 70 og við erum búin með svona byrjunina á öðrum hluta bókarinnar.
þá segi ég bara gangi vel og vonandi hafið þið eitthvað annað til þess að hlusta á.